Þú ert að hlusta á Mjólkurhúsið. Samtöl á milli verka. Í þættinum dag Greta Jóna Sigurjónsdóttir, eða eins og austfirðingar eða héraðsmenn þekkja, Greta í bókakaffi. Hún manneskja sem hefur farið margar skapandi leiðir í gegnum lífið, í tónlist, kennslu og í því að búa til rými þar sem fólki líður vel. Við ætlum að ræða við hana tónlistina, bókakaffi og hvernig maður heldur áfram að skapa í gegnum alls konar tímabil í lífinu. Velkomin í Mjólkurhúsið, Greta. Takk fyrir. Takk fyrir að koma til okkar. Bara takk fyrir að bjóða mér. Bara minnsta mál. Hvernig var ferðin inn eftir? Þú byrjar alltaf svolítið á þessu. Eru við ekki Íslendingar svolítið háðir því að vita hvernig veðrið Jú. En það var alveg bara dásalegt að rúnda hérna. Það engin snjór og bara gott veður og einhver smá bið á lægðum í bili, en mér skilst að það sé nú svo að koma einhverjar fleiri lægðir. Já, svo býðu eftir páskaréttinu. Já, svo býðu, þetta gengur bara. Þannig að á þeim tíma sem ég verið fyrir austan, þá vill ég meira munstri sem ég séð á mínum árum, að það kannski ekkert veður frá páskum, en svo kemur alltaf einhver einn kvellur eftir páska, og þá getum við fara að tala þyrsta vor. Já, þú meinar, já. Já, það náttúrulega hægt að kalla þetta, setja þetta bara upp í svona fyrsti í vori og annar í vori. Já, nákvæmlega. Svo kannski bara sumar. Svo kemur sumar. Við fáum allan sumar, annað en aðrir landsmenn lenda í. Það allavega yfirleitt þannig. Já, en segð þú mér eitt. Mér langar að spyrja, manst þú hvenær þú upplifði fyrst að tónlist væri eitthvað sem þú gætir ekki sleppt í lífinu? Já, ég hugsa að ég geti nú svona nokkuð sett puttan á það. Ég fekk gítar í fermingagjöf, kassagítar. En hann reyndar var ekkert góður, hann var svolítið svona, hann var eitthvað gallaður, þannig að ég notaði hann ekki mikið, en þegar ég fór í barnaskólan á Eiðum, ég nefnilega byrjaði að fara í barnaskólan úr Líðinni, Fríðu, þar sem ég ólst upp, og ég fekk þar voru bara krakkarnir sem voru bæði jafngöfum mér og einu ári yngri. Þau voru nefnilega farin að spila á gítar og bara svona stremma, kunnu öll svona þessi helstu grip og ég svona á þess að vera eitthvað beint að læra það, þá svona lærði ég það með því að horfa á þau, og það var til dæmis Halli, Bjarni Halldór, sem í Súellen. Hann var náttúrulega ekkert bara að spila einhver vinnukonugrip, hann var að spila bara svona blues og rock og eitthvað svona. Og þetta þegar ég hugsa svona fyrstu fræjunum hafi verið sáð þarna. En svo þegar ég fór í Alþýðuskólana Eiðum, eins og gerist náttúrulega, maður hefur heyrt það sem margir sem byrja að spila og spila mikið á Eiðum, að þá fekk ég rafmagnsgítar og þá var ekkert aftur snúið, Þannig að rafmagnsgítar eiginlega festið endanlega í sessi? Já, algjörlega. Og ég hef sagt frá því áður, það var bara svipað leyti sem að náttúrulega Bubbi kemur fram á sjónarsvið og gefur út Ísbjarnarblús og ég man eftir að ég spilaði til dæmis popstjörnina, fór bara inn í ég var náttúrulega heima, Já. Og var bara með magnaran og gítarinn þar, og svo var bara sett á heavy sound bara í ræðlega bjögun, alveg eins og var í Utakasmönnum, og svo bara blastað alveg rosalega hann á heimavistinni, og mér fannst þetta rosalega skemmtilegt. Ég gat ekki verið að þessu kannski frammetur öllu. Nei, náttúrulega væntalega heimavist að þú veist að vera þögn á einhver tíma. Já, svo kom náttúrulega bara kennararnir og sá sem að sáum að þakka niður í öllu liðinu og svona, og ég spilaði náttúrulega bara í eitthvað smá tíma og svona kvöld eftir kvöld, og sumir höfðu gaman en aðrir ekki, en ég man sérstaklega eftir laginu í Poppstjarnan. Poppstjarnan blind. Já. Það var svona, af því að það mikið keislulag og það var í algjöru uppáhaldi hjá mér, svo náttúrulega bara spilaði ég fullt af öðrum bubbalögum, Já, nei, þetta náttúrulega frá því ég kynnast þið fyrst fyrir hvað, það komið núna held ég 12 ár síðan, 11 eða 12, þá hefur náttúrulega tónlistin verið svolítið alltaf
þú eru umlukin tónlist. Já. Teki eins og þeir voru saman í Þorraboltsnefnd og teki lög og endur sem er texta og það er ekkert sem stoppaði. En ég samt forritið út að tala það að veri bæði í barnaskóla og svo náttúrulega í alþjóðskólanum. Alþjóðskólinn var vissulega náttúrulega heimilisskóli. Var barnaskólinn líka þetta? Já. Þarna á þessum tíma, sko. Þetta er náttúrulega, 79, 80, eitthvað svo leiðis. Fermingar árum mitt sem ég hérna í barnaskólanum að einu. Já, það er ekki eins og maður þekkir þetta, náttúrulega ég misti alveg að þessu. Já. Ég er ekki heimilasta barn. Hvorki í grunn eða framhaldsskóla. Nei. Þannig að mér þykir þetta alltaf sko því ég tengið alltaf við 6 ára og upp úr grunnskólaaldurinn. Já. Þannig að barnaskólinn byrja þá runni bara þá, eða þessi hluti á fermingarárinu. Ég sem sagt hafði verið bara það var bara skóli í Jökulsárhlíðinni sem að við vorum í krakkarnir í hlíðinni bara frá 6-7 ára og upp í 12 eða svona fram að fermingarárinu, þá fórum við í barnaskólan á einu. Já, það er bara svipað svo þetta var mínum eitthvað árum í Vesturbænum. Já, allir ekki. Þetta er sko bara og þetta var, náttúrulega, í sveitinni var þetta náttúrulega heimavistaskóli. Ég reyndar hafði gott, ég ólst upp ekki hjá pappa mínum. Ég misti mömmu mína þegar ég var 2 ára og fór þá í pössun á næsta bæ hjá föðurbróður mínum og fór aldrei tilbaka aftur. Hugsaði þér hvernig svona bara gerði fólk. Það bara fékk bara barn í pössun og það var ekkert að stressa sig yfir því þó það færi ekki tilbaka aftur. Ég ólst bara þarna upp og bara átti mjög góða æsku. Ég hef gaman að segja bara að þú hefur verið pössuð. Þetta er náttúrulega sko, kona mín ef ég náttúrulega þekki náttúrulega margar jökuldæling líka sem nota þessa línu. Þegar við erum með börnum okkur segjum við makan bara ég er að passa. Þannig hún heyri þá náttúrulega fæði maður skamminu tilbaka og þannig að það er gaman að heyra í samhenginu að þú fórst á næsta bæ á föðurbróðinu og varst í pössun meðan hann ólið upp. Já. Það var bara þannig. En þú er náttúrulega múin að segja mig hvað fyrsta hljóðfæri var og hvernig er tónlistin komin í lífið þitt. Mig langar þá kannski að fara freka bara í þessum sko ég ætla ekki að segja að það auðkenni þig meir en eitthvað annað en það sem er svona eitt og stóru augnablikum í lífið þínu svona gagnvart mér sem áhorfanda, það eru dúkkulísunar. Já. Náttúrulega það er alveg augljóst náttúrulega með því fyrsta sem ég var sagt við mig áðurinn kemur austur. Já. Þegar Aðalsteinn og Vaðbrekku fyrir sambælismadurinn móðinnar. Já. Þá birtust í sjónvarpinu, ég veit ekki hvort það var mér langar að segja það í kringum með allt á hreinu. Komið þið ekki eitthvað fram í þeirri mynd eða er ég að fara með ákjörðar hlaupur? Nei, ekki reyndar í þeirri mynd. Við vorum reyndar að spila með stuðmönnum í Allavík. Já, þetta var allan í Allavíkursiðunni eða ég er að rugla sama myndefni, það skiptir ekki alveg öllu máli. Nei. En þá heyrðist ég og náðast, þetta er Greta. Já. Og eitthvað bókakaffi heim á Ístu og á þeim tímum hef ég aldrei komið á Egilsstaði sjálfur. Nei, ok. Þannig að það orðspor hefur farið svolítið víða að þú sért í dúkkulísuna. Já. En við langar að spyrja, hvernig byrjaði bandið? Hvað var svona, hver forsagan þar? Já, það er nefnilega bara skemmtilegt. Ég var náttúrulega á Eiðum og þær voru hér á Egilsstöðum og allar saman í bekk og þetta var bara þannig hjá þeim, þær bara ákveðu eitthvað við þetta að stofna hljómsveit og þær bara ákveðu líka hver átt að spila hvað og þá var ég náttúrulega ekki komin og það var bara gítarleikari þar sem að þær voru bara ákveðu þetta bara og já, svo ég var náttúrulega á Eiðum var ég náttúrulega að spila og þar stofnaði ég líka band og eitthvað svona var að spila í hljómsveit og Kalli, vinur þeirra, stelpnanna í Dúkkulísun sem voru þá búin að stofna það band, hann heyrir eitthvað af mér og segir eitthvað við þeirra, það er bara að prófa að fá mig líka til að koma. Af því hann var nefnilega farin að held ég að sjá það aðeins fyrir að það gæti verið sniðugt að fara eins og til dæmis í músiktilraunum eitthvað svona, þó hann væri kannski ekki sko hann nefnilega var svolítið svona hugsuðurinn á bakvið þetta, þessi Kalli Rarik svona hálfgerður arkitekt. Hann var, já, það er alveg gott að segja það og að því að þær og við
við vorum bara, þú veist, 14 og 15 og 16 og eitthvað og hann var aðeins eldri og var greinilega svona meiri svona pælar í sambandi við hvað væri hægt að gera sko. En þær voru náttúrulega líka bara ákveða hvað þeir ættu að spila og byrja síðan að æfa og fengu aðstöðu hjá vinnum sínum og svona og svo fer Kalli að koma bara, hann ringir í mig og spyr hvort ég vil ekki bara koma á æfingu. Þú voru bara sjanghæguð yfir? Já. Og ég sagði náttúrulega, þú verður náttúrulega bara að sækja mig, ég var náttúrulega ekki með bílpróf og hann sagði já bara ekkert mál og svo fór ég á einhverja 1 eða 2 æfingar og það var nú svo sem ekkert eitthvað mikið úr því þá. Ég held að það hafi verið sumarið eftir sem að við ákvaðum að fara bara að æfa í einhverju svona alvöru og taka þátt í hljómsveitakeppni í Atlavík. Já, var hljómsveitakeppni þá. Það var nefnilega hljómsveitakeppni og þar komst maður inn frýtt sko ef maður var hljómsveit. Og þá erum við að tala á endalega, erum við að tala Atlavíkurhátíðina? Já, Atlavíkurhátíðina 1983 líklega. Við förum sko í músíktilraunir 80, já það hlýtur að vera það hlýtur að vera 82, sko þær stofna bandið 1982, 10. október. Það alveg bara svona dagur sem að bara það heilu dagsinni. Já. Og þannig að þá þetta nú 83 sem við erum að fara í hljómsveitakeppni í Atlavík, förum svo í músíktilraunir og vinnum þær. Já, þið vinnið? Já, þar unnum við bara og bara, svo bara Jón Ólafsson mættur með plötusamning. Já, herra Jón Ólafsson sem sagt ekki píanóleikarinn, heldur sá sem átti skífuna. Já. Þú þekkir þetta? Fyrir svona tónlist, sko, ég mun aldrei halda einhverjum í þessi einhver tónlistar sérfræðingur. Okay. En maður svona hefur alltaf verið með litlu tanna í kringum bransan og maður þekkir í snöfn og fyrir heyrti snöfn og náttúrulega það var ekki fyrir svo löngu síðan sem ég held að ég sé að fara með rétt mála við frúum vorum að horfa á Sögustöðvar 2 og þá eitthvað inn á dreifveitinu þeirra og þá kemur hann herra Jón ansi oft fyrir. Já, ég meina hann var bara stórt nafn í þessu og eins og þarna, hann átti skífuna það voru þá bara Skífan og Steinar sem voru plötuútgáfur, ég held að það hafi ekki verið fleiri þarna á þessum tímabili og hann, það má nánast segja að þessi plötusamningur hafi síðan bara komið nánast bara eiginlega strax eftir. Var það ekki, er það ekki þetta en í dag? Það náttúrulega, maður veit það sko nú þegar við erum takað upp þá eru músíktilraunir nýbúnar á þessu herrans árið 2006 og ég nú ekki með að reyna hvað var í fyrstu verðlaun en þannig að síðislegin ár sem við fylgst með þá alltaf einhverju stúdíótímar inni, þannig að það kemur ekkert óvart að það hafi verið einhverja tökur náttúrulega svona tíma á þess að ég held að fullið eitthvað þína sögu. Sko það var bara, það voru stúdíótímar og eitthvað í verðlaun þarna. Ég held að þær hafi bara, það fór bara held ég upp í kostnaðin við, af því að hann bara, þetta var náttúrulega bara þannig að maður fekk plötusamninga, þá var maður náttúrulega bara Það varst búin að meika það? Já, í raun. Við vorum búin að við þurftum ekki að borga upptökur eða neitt svoleiðis og við fengum pródúser. Það var reyndar búið að prófa eða eitthvað Bubbi Mortens átti að vera pródúser hjá okkur. Já. En hann vann nú eitthvað vant við látin þarna á þessu tímabili og dálítið hátt upp í einhverstaðar. Jú. Og þannig að það kom einhvern veginn ekki, það var ákveðið að það myndi ekki ganga og við fengum Tómasson bassaleikari í Stuðmönnum og Þurssonum og það var bara skóli sem að bara gerði manni alveg rosalega gott. Já, ég skal alveg trúa því, enda sko ekki það að velja endalaust undan plötusamningu en það eiginlega segir manni það að þannig í fyrstu skrjáum hjá okkur að þið hafi sýnt einhver gæði, eitthvað svona einhvern X-faktor sem fekk þá hann herra Jón, eins og við erum búin að kalla hann, til þess að koma og bara bjóða ykkur þetta frá bara byrjun. Bara algjörlega, og hann sá þarna eitthvað í okkur sem hann vildi bara setja á plötu og sem var bara frábært. Og 84 kom sérst fyrir platan okkar, við sérst fórum suður bara, og voru náttúrulega
suma hverjar bara, við vorum alltaf bara ennþá í menntaskóla, við vorum bara þarna rétt undir 20, sko, á 18, 17, 18 og 19. Og það var bara að pakka saman og farið suður fundin, maður fann sér bara vinnu, fór bara í mokkan atvinnuauglýsingar og fann sér eitthvað að gera og svo var bara að fara í stúdíu og tekin plata og hún kom út 19. júní sérst fyrir platan. Já, það virkilega góð dagsinning. Það góð dagsinning, mamma hana sko. Já, nei, þetta alveg minn afmælisdagur líka og þess fyrir utan þetta kvenréttindagurinn, hann bara, nú þetta grift í minni mitt. Já, en hvað þú átt góðan afmælisdag? Ég held að segja hverju ári áfram konur. Já, eða ekki. Já, en þetta var nú svona, já, svo náttúrulega bara í rauninni, en þetta var náttúrulega rosalega kysla, og þarna á þessum tíma, þá var náttúrulega bara það sem að hljómsveit gerði, þær fóru bara kafi í sveitaböllin. Já, varst þú ekkert því? Jú, við nefnilega fórum bara alveg, bara all in í sveitaböllin. Þannig að þetta hefur verið svakalegt upplefilsi. Þetta var rosalega, og við bara á æfingum kóperuðum við bara vinsældalistar Rás á 2, bara nánast komplett, sko, til að hafa hann á böllum. Og það var bara, keyptum náttúrulega söngkerfi og vorum með rútu og allt þetta sem tilheyrir og gerðum síðan, vorum bara í þessu seinni platan okkar kom út 86 og þá vorum við eiginlega bara alveg búnar sko. Já, það, sko, ég get alveg trúið, sérstaklega, sko, var það þá fyrir einstu helgi? Já, oft hverja helgi bæði föstu á laugardag og við gerðum út frá Reykjavík, allavega svona á veturna og þú veist að það gæti alveg verið að við værim að spila bara, þú veist, fara á föstudegi bara á Snæfellsnes og laugardegi í Hnífsdal og Ísafirði og svo bara heim aftur og svo bara í vinnu náttúrulega mánudeginum og Já, þú segir að þið hefði gert út frá Reykjavík. Bjugguð þá fyrir sunnan á þessum tíma? Eða? Já, við byggum þarna á þessum tíma, vorum við allavega alltaf yfir veturinn, sko þær voru í, einhverja af okkur voru bara í skóla og það var, þegar á þessum tíma þá voru við bara náttúrulega, þær höfðu verið í menntaskólanum en þegar við fórum suður þá fórum við bara í skóla fyrir sunnan og við, allavega ég og bassalekarinn Erla Inga, við fórum að vinna, við fórum ekki búin að ákveða hvað við ætlum að gera í lífinu. Nei, þú veist, það eru sumir sem veit að það ekki ennþá ákomni, sko, farin að detta í eftirlaug, sko. Og voru náttúrulega líka bara, þú veist, við vorum náttúrulega bara, það var mikið að gera hjá okkur í því að vera bara tónlistamenn. Já, að gigga. Já, að gigga, það er alveg að gera, sko. Við vorum mikið að spila líka í félagsmiðstöðum í Reykjavík, bara að spila bara fyrir unglinga líka eins og við vorum alltaf bara unglingar, svona aðeins, já, svona fullorðnir unglingar. Já, en það, sko, það er náttúrulega líka bara hluti af bransanum sem svona kannski ekki allir kveikja á. Náttúrulega bara úr fyrralífi Reykjavík þekkir maður sjálfur, ef við vitnum bara til dæmis í tónlistamannin Haffa Haf. Já. Það var sko, eina ástæðan ég meðvitað þetta vegna þess að ég var fenginn í að taka upp viðtal við hann hérna sem myndatökumaður. Já. Og eini tíma sem hafði var þegar hann var að fara á milli, sko, gigga, við notum það orð. Og þá var hann að spila á 3 menntaskólaböllum á einu kvöldi. Já. Og svo náttúrulega þetta var 50. Svo var bara föstudagur dagur frí, en ekki að sunnudag mánudag og svo bara heldur rútinn áfram. Þannig að maður gerir sig greið, þetta er náttúrulega bölv og hark. Já, þetta er rosalegt. Og eins og þarna í kringum 85-6, það er náttúrulega bara, jú, það hefur verið að fara í þessar félagsmiðstöðar og við vorum ekki mikið, við höfðum eiginlega valla, við höfðum kannski aldrei til að vera að spila á menntaskólaböllum, en við vorum reynda líka að spila, við spilum heilmikið í klúbnum, gamla. Þá var alltaf lifandi tónlist á efstu hæðinni og við vorum reyndar ekki komnar með aldur til þess að vera þarna, en gerðum þetta nú bara samt. Og það var svo sem bara eins og önnur á öðrum böllum, sko. En fyrir okkur sem kannski erum ekki alveg ekki á perunni, allan þetta er löngu fyrir mínu þegar við gláður en ég fekk hugmynd fóreldra minna. Já, Klúbburinn. Getur rétt ímyndaðir, sko. Hvar hérna, það er væntanlega staður sem hefur Reykjavík, eða hvað? Já, hann var sem sagt, það heitir Hotel Cabin núna. Já. Hann var þar, hvað sem hann var. Og þetta var sko staður sem hann var bara skemmtistaðar á 3 hæðum. Já.
þetta, já, eins og, sko, ég þekki sjálfur náttúrulega, sko, í rósrauðum rómatískum blæ, náttúrulega söguna Hollywood og tunglið. Við spiluðum í Hollywood líka. Já, það ekki? Jú, við spiluðum í Hollywood. Það var reynda líka einmitt þarna á þessu 80s tímabili, það var náttúrulega bara, og við vorum alveg með sko prógram í það, við vorum bara að spila María Magdalena og Madonnulög og eitthvað svona, þetta var allt saman, við vorum með þetta allt saman. Þannig fyrir kaffeil nokkra stað, það er svona að gleyma slökk á henni, en við látum það mikið trufla okkur. Já, það er allt í leið. En ok, þannig að þetta hefur bara verið bara dágóðkeyrsla. Já, þetta var bílkeyrsla. Er þá kannski rétt ekki það ég hef verið að spyrja hvað það var unni við, en var þá kannski hvíld í vinnunni þessin á milli? Já, og þarna þegar sko seinniplatan kom út og það var Svarthvíta hetjan á þeirri plötu. Jú. Og hún sló náttúrulega bara alveg rækilega í gegn. En við vorum eiginlega orðnar alltaf þreyttar til þess að fara að fylgja því eitthvað mikið eftir. Þær voru að útskrifast líka Erla Ragnars og Gugga, trommari, útskrifast úr, reynda tóku sér síðasta veturinn hérna í menntaskólanum á Egilsstöðum og þær fóru í útskriftaferð og platan kom út sko. Og við, já, eins og ég segi, við eiginlega bara höfðum enga orku eða nennu eða getu til þess að halda bara eitthvað áfram. Við heldum einhverja, held ég, 1 eða 2 útgáfutónleika, vorum með, held ég, minnum á Seyðisfirði, útgáfutónleika þegar plata kom út. En svo bara einhvern veginn, við vorum bara eins og sprungnar blöðrur eftir þetta. Þetta var bara búin að vera mikið keyrsla. Og þannig að við ákváðum þarna bara að segja þetta gott í bili, taka bara pásu og halda bara áfram svona með lífið. Og ég fór einmitt fluttin inn á Reyðarfjörð og fór að læra kjötið. Já, ertu kjötiðnaður? Ég er kjötiðnaður. Lærði það hjá Austmat og Reyðarfirði sem var. Og reynda lærði ég líka hjá, að því ég fór líka suður. Ég var búin að vinna bæði hjá Goða og Sláturfélagi Suðurlands. Já, nú sko, ég skal viðurkenna, þetta hafði ég ekki hugmynd. Nei, þetta en nú klingja marga bjöllur mínum haug sko, miðað við okkar samskipti og sögur sko, þegar þú varst í veitingarekstri. Já. Ég hafði einhvern veginn aldrei áhuga á því að elda mikið, en mér fannst alltaf mjög gaman að svona undirbúa mat og að vinna eins og í kjötborðum og svona. Ég var búin að vera að vinna á Egilsstöðum bæði í kjötborðinu sem hét þá Kaupfélag Héraðsbúa, Netto núna. Þar var bara ágætis kjötborð og ég var búin að vera að vinna þar og svo þegar ég fór og var fyrir sunnan, þá var ég að vinna í kjötborði í Nóatúni á Hringbraut. Nei, það? Já, og það var bara það var risastórt kjötborð þar og mikið lagt upp úr að hafa flott borð, bæði kjöt og fiskborð og það fannst mér alveg hrikalega skemmtileg. Ég get alveg sagt það sko, að Nóatúna Hringbraut, það er eiginlega uppeldisverslun Nóatúns hjá mér. Vann reyndar aldrei þar. Nei. En þetta var sko... En búið þarna vestur í bæ. Bjóð þarna, í þó nokkuð mörg ár, var Hringbraut þarna 105. Já. Þetta einhver 800-900 metra gangur. Já, akkurat. Þannig að maður fór þarna mjög reglulega. Þetta var mjög góð búð og bara Nóatún þarna var líka þetta kaupa heitan mat og... Já. Það var alveg bara klikkað að gera þarna og þetta var bara mjög skemmtilegt fannst mér. Í hennu margrúma á Jóðallhúsi. Já, náttúrulega. En aðeins kannski aftur að hljómsveitin og dúkkulísunum. Svona áður en að allir vindur fóru úr ykkur svona að þau eru þreyttar. Hvernig var eiginlega stemningin í byrjun? Var þetta svona bara eintóm sælu víma eða var þetta strax einhver alvara? Já, ég segi fyrir mig að mér hefur náttúrulega bara alltaf fundist rosalega gaman að spila og ég held að okkur hafi fundist öllum, þetta bara alveg frábært en ég held að við höfum ekkit endilega, okkur fannst bara rosa merkilegt þegar að verða að ringja í okkur og biðja okkur að koma í viðtali í Moggan eða einhver dagblaðið eða eitthvað af þessum blöðum eins og þegar við unnum og ég held að hafi sko verið langu vegu frá því að við höfum eitthvað svona áttað okkur á því hvað þetta var í rauninni stórt skref fyrir okkur að
við vorum miklu meira bara svona að hafa gaman og djamma og bara njóta þess að vera til, sko. Bara leika sér. En þá var það kannski einmitt svona Kalli sem að því hann fylgdi okkur alltaf svolítið í þessu. Það var svolítið hann sem kannski hélt okkur á jörðinni, sko. Passaðu upp á það að já, þið eru að fá viðtal þarna, þið verða að muna eftir að fara þarna, þetta áttur að gera vel. Þetta áttur að skila sér að þið farið í þetta viðtal og eitthvað svona. Þannig að hann var einu svolítið svona hálfgerður umbóðsmaður ef ekki umbóðsmaður. Já, hann var það náttúrulega þarna. Reyndar, sko, síðan seinni plötunni, hann var reyndar ekki mikið með okkur þar, af því þá fór hann fór nú til Danmörkur. Við minni að það hefur verið eitthvað á þessu tímabili. Þannig að við mistum hann einhvern veginn svona út úr þessu, en heldur svona nokkuð dampi, en fóru svona kannski meira að gera þetta sjálfar að hugsa kannski var það líka og mikið fyrir okkur. Já, það engilega að segja til það núna. Nei. En ef það eitthvað sem hefur lært, sko, með því að horfa aftur öxl, það svo magna, sko, maður sér þetta allt með allt öðru sem glirugum heldur en maður var með þá. Nákvæmlega, það sko alveg rosalega mikið til í því og ég hef oft verið að hugsa með eins og þetta sem hún varst að spurja núna. Þetta með það að hvort að við höfum verið eitthvað svona meðvitaður að þetta var ótrúlega svona stórt skref hjá okkur. Að við vorum ekki að pæla í því, sko. Nei. Langur vegur frá því. Þannig að var þá einhver tíðanpunktur ef ég spyr náttúrulega bara fyrir þína hönd, þú náttúrulega getur ekki svara fyrir stelpuna, en var þá einhver tíðanpunktur sem þið fannst að þetta bandi væri þó orðið ef við segjum en gæsalappa alvöru, eða bara var þetta bara gleð og glaumur og ekkert annað? Nei, sko við tókum alveg alvarlega held ég spilamennskuna og vorum meðvitaður sem sagt svona að það sem að fólki fannst merkilegt við svona fyrir utan það að þetta var kvennahljómsveit að þá vorum við náttúrulega að spila svona kistlurokk platan okkur sem kom út fyrri hún var bara stút full af pönki og kistlu. Já. Og við vorum held ég alveg meðvitaðar að þetta var það sem að ég vil allavega meina það, eins og þú segir, ég geta alltaf ekki tala fyrir hinnar, en ég alveg samfærið það að það var það sem að til dæmis heillaði Jón í skífunni, að það var bara svona þetta ungæðislega rock og svona, og punk, við vorum svona soldið og til dæmis lagið sem hétt Pamela í Dallas var náttúrulega svolítið bæði svona ádeilu texti og svona, og það er náttúrulega margar konur komið til okkar og talaði textan Pamela í Dallas bara svona sem einhver svona hugljómun í þeirra huga, sko, af því að það var einhvern veginn bara, þetta var allt öðruvísi heldur en hafði verið gert. Þetta voru grílurnar þarna, þær voru þarna árinu áður, voru svona alltaf frumkvöðlar í þessu kvenna hljómsveitadæmi og við lítum alltaf mjög upp til þeirra, en þetta með að syngja þú veist, 15 ára kasálita menntaskóla stelpu sem að væri bara eitthvað að óska þess að hún væri Pamela í Dallas sem var bara einhver persóna í sápuóperu. Var það ekki, það var náttúrulega, það var ekki húsleitin, það er Dallas. Það var Dallas. Það kemur kannski kynslófið á milli okkar. Já. Ég veit að móðin minn, hún horfði þetta þegar hún var krakki, sko. Jú. Þetta var náttúrulega, það horfðu allir á þetta, sko. Já. Ég gerði nú einu svona tilraun til þess að horfa á húsið í sléttunni. Sko, við erum að tala þegar að Maff og S-tímabilið er. Já. Átti amma þetta alltaf á teipi. Já. Náttúrulega, ég man ekki hvort það var íslensku texti eða hvað það var, en ég horfði á þetta og svo bara, horfðið þú á þetta? En tökum að ég var svona 8-9 ára á þessu tíma, kannski ekki með þroskan í það. Ég man eftir húsin á sléttunni, auðvitað hefði átt að gera texta eitthvað með það líka, sko. Þið eru ekki búin að loka hljómsveitinni, hver veit hvað gerist næst. Það verður bara, það verður svona kannski tíðan seinna. Já, en til við svona kannski ljúkum þessu tíðanbili sem við erum búin að tala áðin því svona leggist í dvala. Það langar mig að spyrja það, voru einhverjir, eða hvaða tónleikar stóðu eiginlega mest upp úr á þessum tíma?
Ég segi fyrir mig að ég held að það sé alveg pottþétt þegar við spiluðum í Atlavík með stuðmönnum. Það þá, sem sagt, held ég bara, það 84, það þegar Ringo Starr kom. Það að Ringo mætti. Já, þú getur státt af því að þú að spila með stórstjörnunni, Bítlunum. Já, við vorum að spila með stuðmönnum hana á 84. Já. Og þá vorum náttúrulega nýbúin að gefa plötu. Og spiluðu náttúrulega Pamelu í Dallas þarna, náttúrulega alveg hreint, en áttu náttúrulega líka fullt af öðru efni til að spila, en við spiluðu náttúrulega aðalega okkar efni. Og svo vorum við náttúrulega bara að djamma og leika okkur, sko. Það sjálfsögðu. Hver kannast ekki þetta? Þetta var hrikalega skemmtilegt og bara, þarna voru stuðmenn náttúrulega líka bara alveg, þetta var náttúrulega, þeir voru náttúrulega, ég veit svo sem ekkert hvenær þeir toppuðu sig, en þarna var alveg bara rosalega gaman að vera. Já, en það sko eins og segjum stuðmenn, ég get sagt það að og þarna svo enninu snuðum, kynslóðbíli, að ég skemmti með konunglega stuðmennatónleikum. Já. Náttúrulega, ég held að við bara sjá þeirra hljómsveitir hættir, hvenær þeir toppuðu sig eða ef þeir hætta. Já, þeir náttúrulega búin að gera alveg frábæra hluti. Bara algjörlega. En svo talar það að þið náttúrulega farið bara svæfið hljómsveitina. Já. Náttúrulega þið slítið en ekki. Nei, það var bara verið að tala um að fara í pásu og sjá svo bara hvort þau myndu taka upp þráðin eitthvað aftur. Já, og þið hafið gert það nú þegar. Já, og svo þegar að Egilsstaðir áttu afmæli, hvað hafið það verið 90 Já, sko, ég held að við höfum verið í pásu í eitthvað svona 10 ár. Og þá komum við saman aftur. Það var eitthvað svona tilefni. Eitthvað, við allavega spilum á Egilsstöðum. Ég held að ég hef náttúrulega verið búin að undirbúa þetta betur, sko. Sko, eins og sagði, þú hefur nú hlust á nokkra þætti. Við erum ekkert mikið í staðhængunum með nákvæma dagsinningar. Nei, það ágætt. En það var allavega, þá náttúrulega komum við bara saman. Og það var náttúrulega rosalega gaman. Og svo höfum við bara alltaf á og til verið að við gáum út dúkkulísu 25. Það voru 25 ára, tókum upp nýtt efni og gerðum eitt svona stóra, 20 laga disk eitthvað svo leiðis. Og spiluðum svolítið í kringu það líka. Og svo, við höfum verið að koma í afmæli og eitthvað og svo höfum við gefið út eitt lag og svo náttúrulega fórum við í spilum jólatónleika 3 ár. Já, það var nú eins og landsinu það var. Það var fyrir COVID, ég held að hafi verið 17, 18 og 19. Já. Sem við tókum svona, æfðum upp jólaprógram og spiluðum, vorum svona spilaðu þetta okkar lög líka, en vorum líka og gáum út jólaplötu. Já, alveg rétt. Það sem við vorum bæði með frumsamið og svo líka einhver tökulög. Já, þess að gerum íslenska textaði. Já. Þannig að það já, við höfum alveg, svo gáum við Erla Ragnars, sem sagt bara Erla sönguna og ég. Við fórum í samvinnu, gáum út plötu 2024. 1924. Og það sem við breyttum aðeins svona vinnubröðum, vorum bara fengum sessjónmenn til að spila, áttum lög og texta og vorum eitthvað að veltast með hvað ættum að gera við þetta og hvort við ættum að hóa dúkkulísu saman í þetta eða hvort við ættum að gera þetta bara og ákvaðum að gera þetta bara svolítið öðruvísi og fá bara utanaðkomandi menn með okkur. Það var líka alveg rosalega skemmtilegt verkefni og svo höfum við stundum verið að spila þá bara það efni með Erla hefur kannski komið austur og við höfum fengið Erlu Inga bassarleikara dúkkulísana með okkur og Jonna trommara og þannig vorum við að spila bara á síðasta ári bæði á Skriðuklaustri og í Fjárhúsunum þegar súpukvöldi var þá spilum við á Tehúsinu við erum bara, svona poppið upp, svona annars lagið. Já, þetta bara, og maður ekkert endilega alltaf að spila með sama mannskap, það bara... Nei, það verður náttúrulega fjölbreytni í þessu. Já, það gaman að vera með ekkert endilega alltaf
sama fólkinu sko. Nei. En það ég hef náttúrulega spilað þegar ég var að læra fyrir sunnan, þá var ég að spila bara með harmoníkubandi og ég hef verið í dansljónsveitum og bara alls konar. Prófa ýmislegt. Já, það er svo skemmtilegt. Þú talar á hann þegar þið farið í dvala, þá kemur aftur austur eða ekki? Jú. Ferð þarna og vinnur í kjötiðinni, þá Já, niður að klára Reyðarfirði. kjötiðinina og svo datt mér í huga að reka veitingastað. Já, það er einmitt, það var eiginlega vinkilið sem ég var að spá í, þú veist, hvað kemur til, hver er tímalína cirka, kemur austur, svo ferðu í veitingaraustur. Já, það var sem sagt veitingastað sem heit Samkvæmispáin og var á sama stað og Svarkvita hetjan var síðan seinna. Gamli veitingaskálinn hann upp á hæðinni í Fellabæ. Já, hann á bak Ólís. Já. Þar, þáverandi sambýlismaður minn, við útskrifuðum bæði úr kjötin, hann að 89, kynntust þar og svo komum við austur og hann fer að vinna sem verkstjóri í Austmat og ég fer að klára stúdentin í menntaskólanum. Og þegar ég var búin að því, þá var til leigu Samkvæmispáin. Þá voru það var 2 pör sem að ráku hann á og þau voru orðin, ég held að annað parið var bara þurft að fara, flutti upp til Húsavíkur eða eitthvað. Og þetta var búið til leigu, þessi veitingastafur. Og við Beggi, þá var þetta sambýlismaður minn, við bara leigðum hennan stað og settum bara þarna upp veitingastað. Eða tókum í rauninni við, hann var náttúrulega í rekstri. Já. En þarna voru við náttúrulega að reka bara veitingastað og líka í rauninni með lifandi tónlist yfirleitt helgar. Já. Og ég fer að byrja að spila bara svona sem trúbadur til þess að hafa alltaf eitthvað í gangi svona, lifandi tónlist og eitthvað. Nema svo, þetta var nú ekki nema í eitthvað rétt hæft ár sem við vorum í þessu því að þetta var mikið partí tímabil í mínu lífi og maður endist kannski ekki svona lengi. Við vorum bæði alveg bara all in í bara þessu og og við skiljum og hann flutti á Kópasker og ég verði áfram og fer að vinna hjá minni mig. Ég held ég að farið það aftur í kaupfélagið að vinna bara í kjötborðinu og svo þegar maður er búin að vera að vinna svona bar eins og þú kannski þekkir, þá heyrir maður svo mikið af bara lífi fólks og sögum og eitthvað svona og ég ákvaði að fara suður og fara að læra heimspeki. Já, nú ertu með heimspekina líka bak? Já. Tók BA í heimspeki, útskrifaðist úr henni 1995 og þá kom ég austur, aftur. Já. Og fór að kenna bara sem grunnskólakennari í Brúarási. Já. Og þá vildi hann bara þannig til að þá var það var tiltölulega nýbúið að stofna tónlistarskóla. Já. Og ég hafði svo sem ekki, það var ekkert planið hjá mér að fara að kenna tónlist, en þegar ég fann það að krökkunni langaði að spila, þá bauði þeir náttúrulega bara upp á það að koma í gítartíma og var það þá tónlistarskóli sem var rekin í Brúarási? Já. Hver var á baku það? Hún var nýkomin og heitir Mínerva. Já. Og hún var örugglega bara að byrja þarna, þetta var örugglega bara annað árið sem að tónlistarskóli var ekki, annað eða 3. árið sem tónlistarskóli var ekki. Hann á svona rosalega langa sögu. Hann á nefnilega þetta langa sögu, Já. Og þá var náttúrulega ekkert íþróttahús komið þarna. Já. Og tónlistarskóli, ég kendi bara í óeinangruðum, það var búið að steypa þarna tengibyggingu. Jú. og að dísa á Vífistöðum, hún var formaður þessara tónlistarfélags og hún hjálpaði mér við að koma því þannig í kring að við settum plast innan á þessa óeinangruðu veggi þarna sem voru komnir og drösluðum inn hann á trommusetti og bassamögnurum og gítamögnurum og svo var bara talið í Já, sjálfsög. og krakkarnir náttúrulega bara, þau fengu náttúrulega bara að spila og syngja eins og þau vildu og Sirri til dæmis og þekkir hana, hún söng Já, Sigurðar. Já, Jú. söng held ég
í öllum hljómsveitunum af því að það vildi ekki syngja nema hún. Það kemur ekki óvart. Nei, það var ekki. Og stóð sér frábærlega í því og þarna, ég var búin að kenna þarna bara, þau vildi náttúrulega læra bara rock'n'roll og þau fengu bara að læra það. Þetta var rúvarsalega skemmtilegt. En þetta var ég að gera alltaf með grunnskóla kennslunni, sko. Þannig ég var alveg komin í 200% starf eða eitthvað sem án þess að ég bara einhvern veginn vissi af. Það er hægt við því. Það náttúrulega ég er gaman að heyra þetta með tónlist, og allir er ennum munið rétt, tónlistarskóli Norður hér að segja ekki. Já, akkurat. Þetta nú verð ég ekki skammaður. En þetta er náttúrulega við erum búin að fá nú þegar í þáttin eins og aðra nemendur á Brúarási. Minnumst á bara til dæmis eins og Elínu Kára. Og hún talaði þetta eins og með tónlistarskólan og allt þetta, þannig að maður sér það í gegnum öll þessi ár hefur tónlistarskólinn og grunnskólinn lifa góðu lífi. Samanber að sonur minni náttúrulega ég læri hjá því líka. Og hann ber bara söguna góða heim. Já, gott. Og ég skal viðkynna daginn þegar hann reif upp gítarinn hjá ömmu sinni. Já. Ég horfði á hann bara, kann hann þetta? Og Já, það skiptir rosalega miklu máli að sé gott samstarf á milli grunnskólans og tónlistarskólans og ég held að það sé nú bara allavega hér fyrir austan þetta bara ótrúlega svona mikið lagt upp úr því. Já, algjörlega. Og eins og þarna í Brúarási þar sem að tónlistarskólinn er náttúrulega bara inni í grunnskólanum, auðvelt að sækja nemendur í námu og eitthvað svona og auðvitað líka gerum við kennararnir, við þurfum líka, við erum ekki að sækja krakka sem eru kannski stærðfræðiprófi eða eitthvað svona, það þarf alltaf einhvern svona sveigjanleika í allt svona. Rammi og sveigjanleiki. Já. Og nei, bara líkt eins og þegar drengurinn okkar byrjaði Brúarskóla, þá var það með þegar hann Nonni Poppari, hélt kynningu tónlistarskólan og maður átti nú samtal við hann eftir kynninguna að fá líka þau upplýsingar ef náttúrulega börnir og alls konar. Já, ég sá það. Sumir hafa þolum til að læra í 20 mínútur og þurfa svona einhver útrás. Og að heyra það að samstarfi ykkar á milli sé það náið, þannig að ef þessi krakki, þessi drengur eða stúlka er orðið svona óþreyju full eða fullur, að þá er hægt að skjóta honum inn, taka smá trómutíma eða gítartíma eða söng og svo kemur barnið rólegur aftur inn í tíma. Þannig að þetta er ekki að hafa áhrif á námið per se, þannig. Þetta styrkir henni báða liði. Já, og þetta er oft kannski bara líka stundum finnst bara gott að koma til okkar og þá þau bara í pásu frá því sem þau voru að gera. Svo þau hjá okkur bara í 20-30 mínútur og þá þau bara kannski orðin alveg endur nærði það að fara bara aftur inn í tíma, vegna þess að við erum kannski ekki að pressa á, þau fá svona bara svolítið að æfa og læra og gera það sem að þau langar til. Svona upp að ákveðnu marki. Já, hann gæti að gefa lausum til minn alveg. En mér veist þetta og Jón er alltaf búin að gera alveg svakalega góða hluti þarna einmitt með þessu starfi að einmitt, það er svona áhersla á að tónlist sé ekki kvöð. Algjörlega. Hún er fyrst og fremst eitthvað sem er bara gefandi og gott að kunna og geta og það er bara finnst mér bara alveg frábær hugsunarháttur. En svo ef við færum okkur næsta segli, ég myndi nú ekki neitt gott íslenskt orð í hug, eins og þau segja á ensku identifier, það er svona sami auðkennimann. Þá var það þannig að þú fórst svo aftur í veitingarekstur og opnaðir bókakaffi á Hlöðum, eða tókstu við því að hvernig kom bókakaffi, svo maður hljómið vola dramatískur, hvernig kom bókakaffi í þitt líf? Já, ég var náttúrulega ég prófaði þarna sangkvæðisbáan, þarna í kringu 90 og svo þegar ég þegar ég var búin að kenna þarna í Brúarási í 1 ár, að þá 1 og hálft, að þá fóru ég að þegar að maður fer að kenna, þá uppgötva maður hvað það er svo ótrúlega margt sem að krakkarnir geta kennt manni og maður uppgötvar að það er bara svo margt sem maður langar til þess
að geta gert betur og ég flutti suður og fór í FIH og fór að læra á hljóðfæri fór að læra á rafmagnsgítar og ég fór aðeins í söng líka og var þar í 2,5 ár í bara námi í FIH sem að gerði mér alveg rosalega gott og þá allt í einu fattaði maður svo margt í tónlistinni sem að maður sko þegar maður spila alltaf bara eftir eyranu og pikkar alltaf upp allt sem maður að spila að þá maður kannski ekki að pæla í út af hverju þetta svona en þegar maður fann að læra svona tónfræði og hljómfræði og alls konar svoleiðis þá allt í einu sér maður einhver svona ákveðin að tónlistin svo satt make a sense. Já, það einhver rytmi eða eitthvað form á bakvið þetta. Já, það einhver form á bakvið þetta. Og sem maður þarf ekkert að kunna, en bara rosalega gaman að kunna. Þetta sko, ég hef nú ofta átt þetta samtal bara við vini mína. Já. Þú veist, skiptir svo mengum alveg hver það en ég hef alltaf haft gaman að lesa leiðbeiningar. Svo þessi ónefndi vinur minn, hann þolir ekki leiðbeiningar og það fleiri kringum sem eins. Já. Og og það nú kannski punkturinn sá að í tengingu við þetta að við þekkjum, við vitum hvernig hlutinni virka, eða svona, þeir virka bara og við kunnum að láta að virka, en svo eitthvað klikkar þá rosalega gott að vera búin að lesa leiðbeiningu og sjá, já, betur þetta og gera svona, sem útskýra sama í tónfræðinu og í sóknir þetta bara, maður getur vel fungerað í tónlist og maður þarf ekki að vera að læra neitt hvað 4/4 eða hvað tónstigi þetta sem með 2 upphækunum og eitthvað svona en það gaman að kunna þetta svona þegar maður bara þegar maður byrjar að læra en þetta svo gaf ég út sólóplötu árið 2000, þá var ég fyrir sunnan það var svona eftir þetta bara eftir FIH og svo var rakin og einn veitingastað í bænum líka hvað stað var það? Sko hann var dænerinn og var ekkert ósvipaður þessu sem hérna á Egilsstöðum en var svona innréttaður sem dæner og ég var með hann í sambúki með víetnamskri konu sem ég hafði kynst í Nóatúni sem var alveg frábær að elda, góður kokkur og við vorum með réttaxis og eitthvað svona en hann var í Ármúlanum þessi veitingastæður og kannski ekki alveg nógu mikil trafík þannig að það gekk ekki alveg nógu vel Við náðum ekkert búin að kveikja á pyrinn á þeim tíma Nei, og þannig að það svona við ákváðum að flytja austur og þá þetta sambýlismaður minn var þá Sigurður Gretarsson og hann hún bauð starf hjá Héraðsverki framkvæmdastjóri hjá Héraðsverki og við ákváðum að fara bara austur aftur og þá var ég nýbúin að ráða kokk á dænerinn sem að hafði verið að leita sér að húsnæði af því hann átti græjur og ég skipti ég fekk alla græjuna hans fór með þær austur og hann fekk bara veitingastæðin í bæn þannig að við Siggi við náttúrulega bara komum keyrandi hér með fullan bíla af alls konar steikarpönnum og pottum og djúpstykkingapottum og einhverju svona og þetta setti ég upp í það sem Sangavíðsbáin var og skýrði svarthvíta hetjan og þar fór ég að reka og þetta var náttúrulega rétt fyrir Kárahnjúka það var alveg klikkað að gera þarna Ég náttúrulega enn og aftur var ekki sjálfur hér að svæða þegar þetta var en það ef það einhver rauð þráður sem maður sér þegar að Kárahnjúkaverkefni byrjar að uppgripið bara hjá byggðarlagið eða bara hjá bæinn svo Egilsstöðum þetta var bara ég get rétt svo ímyndið með allar sögur sem þetta hefur bara verið hálfgerð gullgrafar æði Já, það var það nú held ég og eins og hjá okkur þarna voru við og ég var alveg hikstalaust alveg bara með böll þarna og hljómsveitir ofta spila bara sjálf líka á föstudögum og laugardögum og kannski bara einhverjum öðrum kvöldum líka og það var alltaf bara pakkað hús því að það var náttúrulega bæði
kom náttúrulega fólk bara frá Kárahnjúkum Mhm. og svo var bara, ég held bara ekkert annað í gangi hérna. Nei, þetta sko, maður hefur heyrt sögur, náttúrulega þekkiru Sigurbjörg Óskars eða Sibbu Já. og Tóta, þau hafa sagt við mig þegar við höfum kannski staðið saman í hurðinni í dyraverslu, Já. þegar maður heyrir svona kappa sögur frá þessum tíma. Já. En þau hafa allan sagt mig það að það á þessu tímabili, hvort sem voru í Valaskjálfi við annars staðar að vinna í hurðinni, Já. þetta var bara 50dagur, föstudagur, Já. laugardagur, varst að vinna til, mann ekki klukkan 1 eða 3 eða Já. allan á til seint, svo var bara að fara heim, leggja sig einhvern nokkur klukkutíma og mætt í vinnu myndli 7-8. Já. Þannig að þetta hefur alveg verið brjáluð keyrsla þarna á. Ég vil Sibba var nú líka meira að segja, hún var nú að elda hjá mér á tímabili líka, sko. Já. En þá var náttúrulega líka heldur ekki, ég var reyndar alltaf með dyraverði, Mhm. af því að það var bara ekkert hægt annað, sko. Og en þetta var, já, þá kemur sem sagt þessi veitingastaður til og ég man nú ekki, ég rak hann í, allavega 1 eða 1,5 ár eða eitthvað svoleiðis. Mhm. Og þá kemur svona til tals að við Siggi að við myndum mögulega kaupa ferðarþjónustuna á Skipalegg. Já. Og við förum bara svona að vinna að því og ég sel bara hetjuna Mhm. og fer að vinna þessu på Skipalegg til þess að kynna mér svona aðeins hvernig trafikkin var þar og svona veltan og eitthvað svona. Mhm. Og svo þetta eiginlega bara svona ákveðið en þá bara fellur Siggi minn frá. Nei. Jú. Hann hnígur niður bara út í Las Vegas á hóteli þar. Aha. Og var ekki bjargað. Mér skilst það að við komið alveg bara bráðarlega að honum alveg strax. Mhm. Þannig að þetta breyttist nú allt saman. Já. Og þú þá væntanlega hér á Íslandi á sama tíma. Já, ég var bara við vorum nýbúin að eignast barn. Já. Og þetta var náttúrulega bara dálítið mikið högg. Skiljanlega. En það var samt, já, og þetta var Skipaleggur var náttúrulega hans arfleið einhvern veginn. Og mér fannst ég ekkert geta haldið áfram með þessi plön. Nei. Þannig að ég bara, Guðbjörg Kolka, hún hringdi í mig í, held ég, desember einhvern tímann og spurði hvort ég vildi koma að kenna lífsleikni í menntaskólanum. Já. Eina önn. Og ég sá alveg fyrir mér að það myndi bara vera rosalega gott fyrir mig að líta bara upp úr öllu, einhvern veginn. Og gerði það. Ég fékk húsnæði með kennslunni, menntaskólan átti í litla íbúð í Miðgarði. Ég fékk hana og flutti þangað með minn litla strák og fór að kendi þarna 1 vetur. Þess að eina önn. Og fór svo að kenna í tónlistarskólanum í Fellabæ haustið eftir. Já. Bara svona þá búðist mér alveg fullt starf þar. Og náttúrulega þessi lífsleikni var náttúrulega ekki fullt. Nei, og þá líka skammtíma vinna. Já. Og en það, þegar ég farin að vera í Fellabæ, bara aftur, keypti mér hús þar og alltaf að keyra framhjá gömlu bókabúð Sigurbjörns Brynjólfssonar. Já. Sem að var þá í rauninni ekkert, það var ekkert að gerast þar, þetta var bara geymsla og allur rekstur hættur og það var ekkert að gerast þarna og ég fyrir eitthvað svona kanna hvort að sé kannski bara ekkert að fá þetta leigt og gera eitthvað þarna svona bókakaffi. Og bara til þess að segja langa sögu stutta, þá náttúrulega bara var það auðsótt mál að fá þetta húsnæði. Við þurftum náttúrulega að taka þetta alveg í gegn. Hún kom með mér í þetta Svandís systir mín. Já. Og við vorum með fullt af einhvern veginn svona vel unnurum í kringum okkur sem hjálpuðu okkur til þess að bara, þarna þetta reynsa bara eiginlega allt út. Við héldum eftir bókum að því að okkur fannst svo notalegt að hafa bækur á veitingastæðum. Jú.
og svo opnaðum við bara þarna bókakaffi og Manstu hvernig það eða? Já, 2010. Það 2010? Já. Þá byrjuðum við með bara svona aðalega bara kaffi og kökur og þá vorum við ekki einu sinni búin að hólfa af sko eldhús sem við með allt opið. Svo fórum við nú að fara í meira eldamenn sko, þá gerðum við sem sagt bara milliveggi, sem sagt gerðum bara lítið eldhús þarna inni og við vorum búin að prófa alls konar að vera með saltfiskvöflur og Sagðirðu saltfiskvöflur? Já, já, það var alltaf, mér fannst alltaf svo gaman að það var bara einhver tíma sem við held í Kalli Sveins vorum að spjalla saman, þá kemur þetta eitthvað upp að það sé hægt að búa til svona saltfiskvöflur sem náttúrulega bara, þú býr bara til soppu og sem setur bara svoðinn saltfisk út í og þetta bara mjög, mjög gott sko. Ég hef aldrei hefði saltfiskvöflur en þetta vitum við Kalli Sveins á borgunni. Já, Kalli náttúrulega mikil höfðingi að sækja og hann hann sko býr að mörgum lindartóknum. Já, og ég kom ekki til tómu kóðunum þar þegar ég voru að biðja hann saltfisk í þetta og hann var þetta bara mjög spennandi. En svo náttúrulega bara, það var ekki nóg mikil sala í þessu, þannig að þetta gekk nú ekki nema held ég eitt sumar eitthvað svoleiðis, það gáðast upp. Já. En að þetta erfitt í geymslu og svona. Jú. Þegar maður setur svona fisk út í soppu og þá endist hún ekki rosalega lengi, þannig að. Nei. En sjálfsagt hægt að finna eitthvað betur út úr því, en nema bara við fórum svolítið í að vera með svona heimilismat og hann var alveg að virka, sko, vorum að senda út bakka og alls konar og lögður reyndar ekkit alveg mikla áherslu á það, en það vatt samt alltaf utan á sig, sko. Já, náttúrulega, sko, ég get nú sagt bara fyrir mína parta, heitum allir í hádeginu, þetta er rosalega stórt, allan hérna á stóra Egilsstaðasvæðinu, að fyrirvinnumenn eða konur eða bara skrifstofufólk að skreppa eins og ég man nú þegar var sem bókakaffi þegar ég vann á það sem ég kalla kaupfélagsæðina sem fyrir ofan sem tölulistan já, einmitt þetta ég var með tjáði þetta að vera naglabúðin sem segir ég þekki sögu kaupfélagsins ekki það vel það er ekki þetta að vita allt sko og þá var það þegar kótilutunum voru hjá þér þá var bara þá söfnuðu við lið og það meira að tala um Garðarval við erum að tala um Siggaberens og fleiri ég man eftir ykkur sko já, alltaf var ég dregin með og það er kannski ég á ekki kannski að viðkynna hér en ég er nú ekkert rosalega kótilutkall ég er nefnilega hjá mér að þannig ég vil hafa minna bein meira kjöt já, en það er einmitt það sem að þau sem eru með núna, að því að nú leiki við vorum náttúrulega, við Svandís vorum náttúrulega búin að vera alveg heil lengi miklu ati við að halda þessu gangandi og vorum með kökuhlaðborð og singalong við vorum með singalong kvöld líka það var stór menningaviðburður það var reyndar mjög skemmt yfir þessa vetramánuði sem þið stóðu fyrir þessu og það var nú einmitt líka, sko, kannski, og ekkert síst Jón Arngríms líka, sem kemur þar að það er ekki víst að maður hefði nennt að vera að standa í þessu stúsi, nema bara því að hafa einhverja svona hvetjandi náunga með, sko, sem að vera alveg alltaf til í eitthvað svona. Svona drífandi menn. Já, drífandi menn, og nennti að koma með græjur, og nennti að stilla upp, og nennti að fá líka, að því að svo voru við líka nokkur sem vorum að spila, sko. Já. Jón og Gulli Sæbjörns og Bjarni Björgvins og Jonni kom oft og spilaði með okkur og svo voru Jón Arngríms og ég og þetta var alveg heilmikið líka gaman að hafa svona marga sko að spila og svo vorum við náttúrulega ekkert endilega öll að kunna þetta allt saman en það var allt í lagi, þá bara gerum við eins og Árni Jónsson og spilaði bara einhvern rytma á gítarinn og lítið ekkert heyrast neitt. Já, það er nú gaman að, já, veist þú minnst á Árna, ég sko það er nú aftur löngu fyrir mína tíð en þegar maður heyrir að því hann er að spila sko fyrir fulla brekk og þjóðatíð með vinnukonugripum bara að redda sér gegnum þetta en það er náttúrulega eins og við vitum náttúrulega bæði eins og það sem við erum að tala um singalongið þetta var líka bara svo góð stemning alveg ekki náttúrulega við erum það heppin að það eru nú til heimildir af svona kvöldi það er kannski aðalega vitni þegar landin kom og tók einslag
og mikið að skemmtilegu fólki sem kom algjörlega og sjá líka hvað bara aldurinn eða hvað hópurinn var breiður í aldri. Algjörlega. Það varstu með, á ég að þóra að segja krakka, ég veit ekki hvort ég hef efnaði, en það sem er kannski að skriði 20 eða 18, 19 og alveg upp í bara góða heldri borgara. Já. Bara fólk á góðum aldri. Bara, það er ekki allur aldur besti aldur. Já. Ég er svona komin að þann stað í lífið. Bara ef þú ert í stuði, þá er það sem gildir. Nákvæmlega. En ég er með 2 vangaveltur. Það fyrsta kannski við spólum hans tilbaka þegar þú missir manniðinn. Og ferð á stað í að kenna lífsleikni og svo í tónlistarskóla. Náttúrulega það er engin leið fyrir mig eða sennilega meiri hluta sem hlusta að átt að sjá því hvernig áfall þetta er. Hjálpaði þér að fara á stað aftur og taka svona verkefni og koma á stað aftur í lífið? Já, ekki spurning mér finnst það bara ég er nú bara þannig þengjandi að ég held að það var bara miklu betra. Ég hugsaði með mér ef ég færi ekki að gera eitthvað þá geti ég bara legið einhverstað bara inn í rúmi alltaf og væri að velta mér upp úr því hvað ég ætti bátt en sem er bara ekkert eitthvað gott Það er ekki holdt. Nei. Maður þekki það náttúrulega þegar maður hefur lent í áfalli lífsins. Já, ég meina auðvitað skiptir máli hvað þú ert að gera þegar maður er að gera eitthvað sem maður brennur fyrir og það var náttúrulega bara mjög gaman að prófa þess að kenna eins og þetta lífsleikni sem maður kom náttúrulega inn á ég var fengið náttúrulega í þetta út af því að ég hafði náttúrulega farið í gegnum heimspekina og hafði alveg svona var svona bara alveg kandidat í þetta og svo auðvitað fylgir maður bara einhverjum bókum og eitthvað svona þannig að ég náði nú svo sem ekki að predika einhver svona mína sín á lífinu eða þannig Er ekki erfitt að gera það með aðalnámskrá? Jó, ég held að en það var svo sem líka allt í lagi þá er maður náttúrulega bara að fylgja einhverju námskrá og allt í lagi með það Svo langar mér að spóla aftur yfir bókakaffi húsnæði sjálft, er það ekki rétt munað þetta hafi verið á einhverjum tímapunkti bara bílskúr? Já, þetta var heildsala húsið er náttúrulega hlaðið með vikri með vikusteinum og náttúrulega ég hef náttúrulega átt í samtali við núverandi rekstraraðila þegar ég tóku við þá voru við eitthvað að spá í einhverju skiltagerði og einhverju svoleiðis og þá fékk ég bara beint allir þetta er náttúrulega bara bílskúr þetta er bara hlaðið með vikri Já. Þannig að það er ekki haldi í veggjunum. Og það var náttúrulega, ég var reyndar komin alveg á fullt með að láta byggja ofan á þetta og þá átti náttúrulega bara að reka súlunir í jörðinu og halda því upp í þannig að það væri ekki svo mikið. En svo var það nú stoppað því að þetta er of nálægt á meðan að vegurinn er þarna. Jú. Þá er þetta of nálægt þannig að ég var nú stoppuð með það. Já, á meðan að vegurinn er þarna þá verður það ekki ef hann væri þjóðvegurinn mér skilst það að hann og hann sem býr í blokkinu við hliðina einu blokkinni í Fellabæ nákvæmlega nú man ég ekki hvenær sú manneskja kaupir en þegar hún kaupir þá er talað það er bara næsta ára að færa veginn þannig að það er svona eins og með aðra hluti í samgöngunum hjá okkur maður spyr, fannum maður að lifa það af þess að það eru breytt það er náttúrulega svo dukkar alltaf upp þessi umræða af og til náttúrulega brúin orðin gömul Jú, lagaflugsbrúin En með bókakaffi var einhver draumir eða var skýr sýn í uppað þegar ég farið á stað hvað átt að vera eða hvernig staðurinn átt að vera? Já, bara það var fyrst og fremst bara að hugsa sem notalegt kaffihús. Það átti í rauninni kannski ekki að verða svona umfangsmikið í sambandi við matar, en það náttúrulega létu við síðan breyta, það var náttúrulega risastór svona bókalagur á bakvið og við létum breyta því í eldhús að svona helmingnum að því. Þannig að við gætum það er mjög flott framleiðslu eldhús á bakvið sem þýddi það að þá gátum við alveg farið að vera meira með svona heitamat og hann er alveg
eins og þau sem eru með þetta núna eru náttúrulega að keyra bara aðalega á því og þannig bara alltaf pakka fólki. Já. Þau eru bara 100 manns held í nánast í hverju einasta hádegi sem eru bara einmitt að fá sér rétt dagsins, bara svona heimilismat sem að allir þurfa. Sem að borða. Og það kemur hann sérstaklega óvart sko, kannski þetta maður að horfa í einhverja gamla staðalímyndir að náttúrulega fyrsta sem ég læra þessu svæði það, já, við borðum ekki mikið fisk en upp á Héraði. Náttúrulega og þegar maður heyri sögurnar hjá þeir sem á undan voru, náttúrulega þá var að tala áður að það er samgöngur í snöðveldar, þá var það náttúrulega bændur og heimamenn voru bara að fá ónýtan fisk niður á fjörðum. Og það sem kemur svo óvart að nú þeir ekstra að selja meira fisk heldur en kjöti. Þau hafa algjörlega slegið í gegn með fisk. Þau fá náttúrulega mjög góða vöru. Algjörlega. Hafa sambönd og fá bara alveg ferskan spriklandi fisk nánast þegar þau eru með fisk. Og ég held að það hafi gert rosalega mikið fyrir þessa fiskimáltíðir hjá þeim. Þau eru náttúrulega líka bara góð að elda þetta og fiskurinn bara rosalega góður. Allt í einu bara harðir sveita skröggar farnir að bara sækja í bókakafið af því að það er fiskur. Já. Það er nú alveg stórmerkilegt. Það er afrek út af fyrir sig. Já. En svona áður kannski að koma þegar þú hættir rekstri, þá leikur mér eiginlega forvitni að vita það bókakafið var orðið svo rosalega stór samkomustaður fyrir að ég vil meina heimamenn. Já. Hverjir voru eiginlega að koma mest á kaffihúsið? Sko ég held nú þegar við vorum með þetta kökuhlaðborð á föstudögum klukkan 3 svona föstudags síðdegi að þá var þetta bara þetta var nú reyndar, sko fyrst og fremst voru þetta náttúrulega bara fólk hérna af svæðinu en svo heyrði maður líka af fólki sem að kom bara frá Akureyri þess vegna bara gaggjert. Já og bara meir sé að var tekinn fyrir ofhraðan akstur og þá þegar lögreglan spurði af hverju keyrði svona rosalega það var bara að ná kökuhlaðborðinu ég veit ekki hvort þeir tók þetta ekki algengt en já og það var líka bara fjölskyldu og þú veist þessi tími þarna seinnipartur á föstudegi fólk kannski komið í helgafrí að búið að sækja börnin og var svona bara einhvern veginn að anda eftir vikuna. Rennin í helgina. Já, það var oft mjög rosalega svona skemmtileg stemning á þessum kökuhlaðborðum. Ég get allan að sagt það að sko hún Ásgeir eiginkona mín og systir hennar, mágkona mín. Já. Það var eiginlega sko ég ætla ekki að segja að vera einhvern einasta föstudegi en það var nú lengi vel siður hjá þeim að taka börnin og fara alltaf fyrsta föstudag í hverju mánuði. Já. Og þannig að náttúrulega þá var ég kannski enn í vinnu sjálfur eða eitthvað slíkt, en ég fór nokkur svona með þeim og ég skal alveg taka undir að þetta var mjög gaman að upplifa þetta. Já, þetta var yfirleitt bara fullt hús og stemningin var einhvern veginn þannig að það voru bara einhver svona notalegheit í loftinu. Bara svona kósí. Já, það var kannski skrítið það því að það var nóg sykur hérna. Já. Það er ekki alltaf verið að tala um að sykur sé svo örvandi. Jú, þeir segja það. Kannski hafa mér bara óvudósa. Já. En það var bara, mann hefði bara verið orðnir, en þetta var, það er alveg satt og það er ennþá verið að tala um það og ég oft spurð sko hvort að þau sem er reikandi núna allir, hvort ég viti nokkuð, hvort að þau allir kannski að vera með eitthvað svona aftur. Og þeir eru bara eitthvað svona spá og spekulera en það er líka bara kannski gott að minningin sé bara góð. Já sko, ég skal alveg taka undir það er náttúrulega, ef það líður á langa tími þá er svo hægt við því að þetta á betri minningu. Já, það er svona alveg. En svo kemur að því að þú stígur til hliðar og eins og við erum búin að tala um þá koma aðrir einstaklingar að taka við. Já. Ég skal viðurkenna mig, ég finnst að ég er mjög glaður að þetta loknaðist ekki út af. Já. Og náttúrulega þá liggur kannski beinast við að spyrja, finnst þér svona staðir skipta máli í litlu samfélagi eins og okkar? Já, það er nú náttúrulega bara ekki spurning. En auðvitað náttúrulega þurfa þeir að vera, sko ég náttúrulega heyrði þetta aldrei þarna þegar ég var
að þegar útlendingar voru að koma og bara ferða fólk, að þá var þetta svolítið það sem að það fólk sótti í, svona, þetta var svona, náttúrulega yfirleitt alltaf svona lókallinn, eða sem sagt, bara nágrannarnir og þeir sem að bara fólkið á svæðinu sem var að koma þarna og það það sem að ferðafólk sækir svolítið í líka. Það einhvern veginn að sjá bara hvernig lífið á staðnum. Já, bara að smella í hópinn. Já, og maður vissi ofta því að fólk var, og svo náttúrulega, þú veist, þegar maður skoðaði samfélagsmiðla þá var oft verið að setja myndir og gefa stjörnur og þá var þetta einmitt oft bara að fólk talaði svona andrúmsloftið, að þetta væri svona notalegt að setjast. Reyndar síðan, sko, þegar þetta byrjaði þá spilaði ég alltaf hann í hádeginu. Já, það? Og það kom reyndar líka í Landanum, held ég. Nei, það var á N4, held ég. Þá var ég bara mjög svona rólega tónlist og spilaði bara og lét bara fara lítið fyrir mér. Já, það var einhver landsfílingur. Já, það var bara, og það gerði ég alveg, ég held að ég hef bara náð að gera það bara alveg fyrstu 3 árin eða eitthvað. Alltaf í hádeginu, ég var að kenna upp í Fellaskóla, í tónlistaskólanum þar, kom alltaf í hádeginu og spilaði og svo þegar ég var hætt að kenna þar, þá held ég áfram. Og þetta bjóð til líka náttúrulega mjög svona þægilega stemningu og reyndar líka, sko, ég eftir að hugsa það eftir á, svo var náttúrulega fullt af svona fólki sem kom alltaf á hverjum degi og ég var náttúrulega oft með bara sama prógram aftur. Ég fór að hugsa það svona eftir á alveg bara hvað rosalegt langlundan gera þetta fólk hefur haft, sko, nenni að hlusta alltaf. En til dæmis þegar voru að koma útlendingar, þeim fannst þetta bara alveg geggjað og sagðist koma úr stórum borgum utan á heimi og það hefði engin svona stemningu. Nei, en ég held að það sé bara nokkuð rétt hjá þér. Ekki það að ég sé einhver svakalur heimsborgari, en þetta svona, að ég veit ekki, ég held að það sé ekkert margir sem gefur sér tími þetta. Nei. Við þekkjum það bara þegar við förum bara náttúrulega nú mikið að þessu veitingustöðum út í heim bara orðna keðjur. Já. Allt fast í formunu, en þarna náttúrulega ertu kannski með gluggan til að búa til stemninguna sem keyrir náttúrulega bara alltaf áfram. Já. Þó að stemningi borgi ekki í reikningana, en hún dregur fólk að. Það er málið, þegar svo var minni sagt að hvað þetta hugsa með að gera þetta svona, spila, þá bara kemur fólk og situr. Þú bara selur ekki veitingar á meðan að fólk bara fæ sér einu sinni og situr svo bara það sem eftir hádegisins og teppir stóla, sko. Já. En mér bara skít sama. Það var bara... Það er rétt. Ef maður hefur nóg ofinn í sig og sína, þá það ekki nóg. Mér fannst bara, og þetta var náttúrulega oft þannig að það var alveg nóg. Ég veit ekki, ef það hefði verið orðið þannig að vantaði virkilega sæti, þá hefði mann kannski eitthvað gert í því. Yfirleitt var þetta nú bara þannig að fólk svona bara kom og fór. Nákvæmlega. En svo, einu svo við sögum, þá náttúrulega þú lætur verkefnum frá þér og í dag það ekki rétt, menn þú vinnur nær eingöngu, ef ekki eingöngu sem tónlistakennari. Já, nú ég bara, ég reyndar síðasta sumar, ég þurfti að finna mér eitthvað að gera síðasta sumar, þá málaði ég eitt hús að utan. Já. Og tók svona sumarið, það fékk að ráða bara alveg hvað ég tók langan tíma í það. Já. Og ég var bara að því yfir sumartíman. Já, hvernig, nú skal ég reyna ég man ekki minni mitt aðeins að klikka. Við vorum þokkalega gott sumarinn í fyrra, það ekki? Alveg rosalega gott. Og það var allavega ekki rigning sem náttúrulega ekkert gott í ég held að hafi tvisvar komið fyrir að ég þurfti að mála því að það kom rigning, sko. Já. Annars skipti var það reyndar að búa að spá því og svo kom hún ekkert. Ég hætti samt að mála. Og svo í hitt skipti þá voru þetta bara einhverjir örfáir drópar, sko, en það var mjög gott og það var náttúrulega frábært að vera í svona verkefni að mála hús því að það var gott sumar, mér fannst það ég man ekki betur. En svo við fyrir kannski og lokum hringnum, þetta er náttúrulega svo dágóðum tímar að tónlist í upphæfi.
Þá langar mig að spyrja sem þú náttúrulega, þitt lífsviði væri að kenna börnum og kenna tónlist í dag. Breytist sambandi við tónlist með árunum með hvernig þetta byrjaði og hvað varst að gera í dag? Já, sko, þegar ég byrjaði að kenna tónlist að þá svona ég byrjaði að reynda hann í Brúarási en svo náttúrulega því það var stuttutími svo fór ég að kenna sem sagt í áður en ég byrjaði í bókakaffi þá var ég að kenna í tónlistaskólanum í Fellabæ og var þá búin að kenna nokkur ár og þá var ég orðin fann ég að ég þurfti að breyta til það bara svona einhvern veginn þó er sér alveg gaman að kenna að þá var maður kannski bara alltaf svolítið í því sama og mér langaði til að fara úr kennslunni en svo bara, tekur maður sér pásu frá því og byrja svo aftur og þá var maður náttúrulega bara alveg reynd til í allt, sko. Alveg bara fersk og fín í kennslu og allt það. Aðeins búin að hlaða batteríin. Já, en ég veit ekki, tónlistu þetta, ég held að breytist nú kannski alltaf bæði svona tónlistarsmekkur og ég hlusta nú kannski ekki endilega á það sama núna eins og ég gerði bara ekki það ég hlusta náttúrulega alltaf á popstjörnuna, sko. Já. Hlusta alltaf á Bubba og hlusta alltaf og ég sko núna eftir ég hætti þannig á bókakaffi þá hef ég bara rosalega mikið lagst í að stúdera tónlist og ég geri mikið af því að hlusta til dæmis ég hlusta til dæmis alltaf á plötu vikunar á Rás 2 mér finnst þau vera að gera svo rosalega góða hluti í að kynna að því að maður hefur svona kannski ekki droslega gott tækifæri til þess að fylgjast með bara hvað er að gerast í íslenskri tónlist. Þetta orðið talsveit bara breytt umhverfið með hvernig það var. Já. Og það er margar og þú getur sóttir í rauninni miklu meira svona, eins og ég heyri náttúrulega svona, þegar ég er að kenna krökkum að þau eru náttúrulega ekki að hlusta á öll á það sama, sko. Mér sækja sig bara það sem er langar í, sko. Og neysla, sko, líka bara neysla á tónlistu, það breyst svo mikið. Já. Þú veist, náttúrulega við kannski komum að sama með þarna, þú veist, maður keypti plötu eða kassettu og maður sko hlustaði á kassettuna náttúrulega teipi slitnaði líka og og það slitnaði mér sér stundum, sko. Já, og svo náttúrulega þegar maður horfir eins og sonur sem var 8 ára hann nálgast þetta efni allt öðru sem þetta komið í streymisveitur og annað slíkt, sko. Þú veist, hann finnur bara lag sem hann hefur gaman af og ef þetta er leiðilegt þá bara yfir næsta að ég spóla tilbaka. Já, þetta er orðið allt öðruvísi. En ég segi fyrir mig að ég er eiginlega orðin sækir rosalega í að ég myndi að horfa líka á alls konar svona þætti tónlistamenn og bara tónlist og svo er nú til dæmis Jonni Drammari sem er að kenna með mér, hann er alltaf að ýta að mér svona, hann er alltaf svona duglegur að finna alls konar tónlist og hann pælir svo mikið í soundum og svona og þannig að það er bara svo margt skemmtilegt þetta að gera í sambandi við tónlist og maður sé bara ekkit endilega að spila, þetta bara líka að hlusta. Já, algjörlega. Opin fyrir öllu. Þetta er, ég vil ekki nota orðið pittur, en þetta er gátt, skulum reyna að tala fallega um tónlistina, en þetta er gátt inn í bara algjörlega aðra vínt. Já. Og þetta er kannski hluti bara mannkynssögunum, við erum alltaf að skapa einhverja tóna til. En mér langar að spyrja það að lokum, Greta, hvað er að gerast hjá þessa dagana sem gefið þið mest? Ég hugsa að það sé nú kannski bara, það er náttúrulega auðvitað tónlist. Núna er ég nefnilega bara svolítið að semja tónlist, bara búa til eitthvað, teku upp, er með svona lítinn iPad, það segir með GarageBand upptöku forrit og teku upp hugmyndir og ég er svolítið að skrifa texta líka. Þegar við Erla gáum út þessa plötu þannig fyrir 2 árum síðan þá átti ég textana þar og ég fékk rosa góð svona komment á texta, þannig að mér finnst alltaf í lagi að gefa því svolítið rými líka og það gefur mér rosalega mikið að geta
komið saman einhverju sem ég ánægð með. Þú veist, svo gerir maður líka fullt af einhverju sem að bara, ég hef svolítið þá reglu að hef ég að búa til texta og finnst hann ágætur og þá geymi ég hann í svona hálfan mánuð og horfi svo á hann aftur og þá veit ég hvort að þetta eitthvað stundum með maður bara alveg, hvernig datt mér þetta nú í hug. En stundum líka bara, já, heyrðu, þetta er bara allt í lagi. Þannig að, já, það gefur mér rosalega mikið og svo bara að spila á gítarinn bara heima og búa til lög. Þetta eru frábæra lokaorð hjá þér. Það ekki? Bara takk Írlum fyrir komuna, Greta. Bara nú, hafðu það sem allra best og takk fyrir að koma og gefa þér tíma milli verka. Heyrðu, takk fyrir. Kannski það einmitt það sem stendur upp úr hjá Gretu, hvað sköpurinn hefur fengið að taka ólíka myndir, til dæmis í tónlist, í kennslu og að búa til staðið að andrúmsloft sem fólk tengir við rólegheit og nærveru. Við þökkum Gretu kærlega fyrir samtalið, fyrir sögurnar og fyrir að gefa sér tíma með okkur á milli verka. Mjólkurhúsið unnið í samstarfi við Austurfrétt sem viljum þakka fyrir stuðningin. Þangað til næst, takk fyrir að hlusta.